Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Víkingur Hauksson, sjálfstæður fjárfestir og sérfræðingur í Bitcoin, getum við ekki kallað það bara? Jú, það er ágætt. Það er ekki. Mér langaði svo til að fá þig. Ég á búin að sjá þig skrifa greinar hér og þar og líka á Vísi og sem þekkti ég aðeins svona til þín og mér langaði svona snert á mörgu í þessu podcasti. Svona aðalega, kannski það er best að byrja bara á peningasögunni. Já. Út frá og koma sér inn á kannski Bitcoin. Já, ég fíla það náttúrulega. Það er mikilvægt að byrja á að bara spyrja sig hvað er peningur og kafa þess ofan í bara peningasöguna til þess að í rauninni áður að fer að pæla í hvað Bitcoin raunverulega er, bara til að átta sig betur á hvað er í gangi með þessari byltingu. Og peningur er í raun bara tól til þess að miðla verðmætum eða verðgildi, value, í gegnum annars vegar rúm og hins vegar tíma. Í gegnum rúm bara í viðskiptum við aðra og í gegnum tíma í rauninni í viðskiptum við sjálfan þig. Það sem að þú í rauninni skapar virði í nútíðinni og þarft einhvern veginn að geyma það inn í framtíðina. Þannig að það fyrir ekki bara upp strax. Og peningur er í rauninni bara undirstaða samfélag. Hann gerir okkur kleift að sér okkur öll í staðan fyrir að ég þurfa að búa til mín eigin skó, byggja í hús, laga eigin tennur, jari. Þá get ég bara sérhæft mig í því sem ég vil og nota svo peningin bara til að eiga viðskipti við aðra. Og þetta er einhvern leiðir af sér dýpri þekkingu og skilning á hverju sviði og gerir okkur sem samfélag skilvirkari og hagkvæmari. Og leysir náttúrulega það vandamáli ef þú ert að rækta banana og ég er að rækta epli og mér langar í banana en þú vilt ekkert með epli hafa að gera, þá er ég í vandræðum. Það leysir það náttúrulega líka. Og peningur er bara, að mínu mati, bara stærsta uppfinning mannkyns og bara ástæðan fyrir því að framþróun okkar sé komin jafn langt og raun ber vitni. Og nú til dags þá halda í rauninu flestur á lífi í dag halda að peningur þurfi eða eigi að vera búin til af ríkinu. En það er bara mjög lítill gluggi sem sagt í allri, ef þú skoðar alla peningasöguna, 20.000 ára sögu. Þannig að það er rauninni bara síðustu 50 ár þar sem að ríki hafa verið að búið til peninga. Og þannig mikilvægt að átta sig á því að, og förum bara aftur í hérna söguna, þá er svona að mismunandi auðlindir eða hlutir, þeir virka misvel sem peningur. Ávöxtur myndi ekki virka vel sem peningur eða hann klikkar á því að færa verðmæti úr núinu inn í framtíðina, að miðla yfir tíma. Risastóri steinar væru ekki frábærir sem peningur af því að hann virkar ekki að miðla yfir rúm, hann er svo þungir og erfiðir. Þannig að það eru mismunandi eiginleikar og það er búið að njörfa á niður svona á sirka 5 eiginleika sem ég tel sem að í rauninni auðlindir að hlutir þurfi að hafa til þess að geta bara virka sem góður peningur, til þess að markaðurinn veljið að nota þennan hlut sem pening. Og það eru svona deilanleiki, færanleiki, þekkjanleiki, ending og sjálfgefni. Deilanleiki á getur skipt honum ekki niður, á getur greitt fyrir ódýrar vöru með honum. Færanleiki á getur flutt hann auðvitað á milli. Þekkjanleiki, þegar þú fær greitt með vörunni, þá getur þú fullast að hann sé ekki falsaður eða búið að þynna hann út með að bæta inn öðrum óverðmætari efnum í hann. Ending, að hann virki vel, að hann endist lengi í gegnum tíma og að mínum mikilvægasti eiginleikin síðasti, 5. sjálfgefni. Að sé ekki bara eins og sandur og strönd, það sem er nóg til og þá í rauninni getur hann ekki miðlað verðgildi inn í framtíðina vegna þess að það er til svo mikið af hann, hann heldur ekki virði. Og í gegnum tíðina hefur peningur þróast margoft hjá mannkyninu, það sem við höfum notað sem pening. Og við höfum notað til dæmis skeljar,
salt, sjaldgæfa steina, málmanir, gull, silfur, járnkopar þetta og í sögunni þá í rauninni enduðu málmanir ofan á og við notuðum málmana sem peninga af því að þeir uppfylltu best af öllu þessi 5 skilyrði sem við taldum áðan og af málmunum þá var sem sagt gull sjaldgæfast og þess vegna varð gull í rauninni ofan á og fólk valdi gull yfir aðra málma og gull varð alheims gjaldmiðill af því að það var sjaldgæfur en hinir af því að það var harðari peningur og þegar ég tala harðan pening þá þýðir að það er erfitt að auka sem sagt erfitt að koma með nýtt magn inn í peningakerfi, inn í umferð gull er nær óeyðanlegt þannig að eiginlega allt gull sem hefur grafið upp það er til ennþann í dag og það er mjög sjaldgæft í jarðskorpunni og krefst orku og tíma að grafa upp þannig er rauninni nýtt árlegt flæði á gulli inn í kerfið er lítið þannig að þetta var harðasti peningurinn ef við ímyndum okkur til dæmis bara til að einfalda þetta enn meira að ef ég ætti 10 mjög sjaldgæf körfuboltaspil það væri til 10 mjög sjaldgæf körfuboltaspil ég ætti 1 þeirra leið og 1 í viðbót finnst þá eru til fleiri þannig að verðgildi eða value hvers og eins spils lækkar og það sama er að segja með peninga bara ef það kemur meirinn í kerfi þá verður verðgildi hvers og eins minna virði og fólk eðlilega og skynsamlega leitast við að geyma verðmæti sín, skapa virði sem þau skapa í sinni vinnu leitast við að geyma það í harðasta peningnum það meikar fullkomið sens, það er lógískt en þess að þá endast launin eða bara virðið best inn í framtíðina og þess vegna varð gull alheimsgjaldmiðill og hefur verið alheimsgjaldmiðill síðustu 5.000 ár en gull hafði samt 3 galla að skorti í deilanleika, færanleika og þekkjanleika. Það var svo sjaldgæft að ef þú ætlar að borga með fyrir litla vöru með því þá þurftur þú basically að nota gulldurst eða bara gullryk ef þú og það var þungt og erfitt að færa það á milli, svona færanleiki og ef þú fyrst borgaði gulli þá þurftur að beita alveg bara oft erfiðum aðferðum við að samfærið að sé ekki búið að bæta öðrum efnum minni, að sé ekki búið að þynna það út eða bara ég vil falsa og fyrir 500 árum síðan þá fóru fyrirtæki að bjóða fólki upp á að geyma gullið á sér og gefa út ávísun á gullið í staðinn sem er mjög meðfærilega og auðvelt að nota í viðskiptum og fyrirtækin breytti svo með tímanum í banka og bankan í seðlabanka sem við þekkjum í dag og það sem gerir svo þegar að gullið er orðið í rauninni miðstýrt hjá einum aðila eða nokkrum aðilum þá og bæði við þetta tímabil þegar í rauninni gullið var verðmætin og seðlanir virkuðu vel í viðskiptum þá blómstruðu samfélög bara alheims hagkerfið blómstraði og við fundum upp rafmagnið, bílinn, síman, flugvélina, allar þessar bara helstu stóru uppfinningar mannsins komu á þessu tímabili, á þessum gullfæti eða gullstaðli. En síðan gerist það, hefur sýnt sig ekki söguna, ef einhver stjórnar peningnum, þá á verður á einhverjum tímapunkti og freistandi fyrir hann að búa til bara aðeins meiri peningsskilur, til þess að fjármagna bara það sem hún sýnist. Og þetta byrjaði í fyrri heimsstyrjöldinni, fyrir rúmum 100 árum. Þá byrjuðu þjóðir heims, það voru konur með gullið og það byrjuðu að prenta peninga umfram þess að það átt að gulli til þess að fjármagna stríðið, til að halda það í gangandi, reyna að vinna það. Og það er ástæðan fyrir því að mínum mati og margra annara að bara stríð í heiminum, hingað til í sögunni, hafi verið jafn löng og blóðug og raunber vitni vegna þess að ríkisstjórnir gátu bara prenta peninga umfram gullið til að halda það í gangandi.
og peningamagn hjá sko Bretum og Þjóðverjum tífaldaðist á bara einhverjum nokkrum árum og Þjóðverjar náttúrulega keyrðu sig niður í fóru bara alveg óða verðbólgu í kjölfarið og samfélagið bara keyrði sig niður í jörðu og Hitler komst til valda eftir það og það var engin og svo seinna mér 1983 það var engin frelsishyggja í þessu árið 1933 þá voru bandarískir ríkisborgarar bara gjöra svo vel beðnir að skila inn gullinu til ríkisstjórnarinnar í staðan fyrir dollara eða ég hættu að fara í 10 ára fangilsi. Þannig að ríkisstjórnir í rauninni allavega í Bandaríkjunum og líklega á fleiri stöðum, ég þekki ekki alveg en þau bara tóku rauninu gullið með valdi og svo í seinni heimsstyrjöldinni þá verða Bandaríkin griðastafi fyrir Evrópubúar forða gullinu sinni til Bandaríkjana sem vend gegn ránum nasista og það setti Bandaríkin í gífurlega sterka stöðu. Þau voru komið með bara mest allt gull heims og voru með öflugasta her heims og í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar á Bretton Woods ráðstöfuninni þá voru bara umskrifuð þau alheimsreglunar og settu sig sem alheims seðlabanka þannig að dollarinn skildi vera gull var til að bakka upp dollarann og dollarinn var svo til að bakka upp alla eða flesta aðra gjaldmiðla heims. Þannig rauninni flestir aðra gjaldmiðlar rauninni allir þeir áttu rót alveg aftur og voru tengdir við gull í gegnum dollarann. En svo bara heldur peningaprentunin áfram og á tímapunkt hlutfallur og svo skekkt. Það er búið að prenta svo mikið umfram sem á gulli að Bandaríkjamenn hugsaðu bara við munum aldrei ná að borga þetta gull tilbaka. Það komið allt of mikið af peningi umferð. Og árið 1971 þá bara aflýsti Nixon Bandaríkjaforseti aflýsti bara þessum gullvæti. Bara hér með ekki hægt að leysin seðla að fá gull. Og hann lofaði sjálfsögðu að seinna meir yrði gullvæturinn aftur settur á en það hefur ekki gerst og núna liðin 50 ár og síðan þá hafa yfir 150 svona fiat currencies eins og við þekkjum í dag, valbóðsgjaldmiðlar íslenska krónan, dollarinn, evran þannig gjaldmiðlar, yfir 150 feilað það sem að bara endaði í óðaverðbólgu út af ómikil peningaprentun og samfélag hafa bara kist niður í jörðu og það er bara hræðilegt þegar þú ert með samfélag og ert ekki með fungerandi pening það er bara chaos þannig að mætti fara rök fyrir því að þetta kerfi sé þessi tilraunur þetta er bara 50 ára kerfi þetta er frekar nýlegt kerfi að mætti fara rök fyrir því að sé bara ekki alveg að virka og þú getur séð það er að sjá grafist tvöfald af TF happened in 1971.com þar getur séð grafist bara margar af þeim slæmu afleiðingum sem það hafði í för með sér að fara frá frjálsum, hörðum markaðspening, gulli yfir í bara linan monopóli pappír basically það kostar ekkert að prenta meiri peninga í dag það kostar ekki einu sinni prentvelana þegar við erum komin í digital þetta er bara takk í tölvunni líka við þannig að í rauninni er þetta bara linasti peningur sem við höfum notað ever og stærsti gallinn að mínum mati við þetta kerfi er ójöfnuður heims vegna þess að þegar peningarnir eru prentaðir þeir ekki prentaðir og dreifiðir jafnt yfir samfélagi nei, þetta fyrir allt ekki lánakerfið og þannig að í rauninni eru bankar, stórfyrirtæki og þeir sem eru auðir nú þegar þeir hafa fyrstir og sem á bestan aðgang að þessum nýprentuðu peningum við erum alveg fínni stöðun í Íslandi en og þeir hafa fyrstir aðgang þeir sem eru efnaðir nú þegar og þeir vita að peningurinn missi verið sitt til lengri tíma út af það er alltaf verið að benda meira þannig að þeir kaupa eignaflokka þeir kaupa eignir, þeir kaupa fasteignir, þeir kaupa gull, kaupa hlutabréf, skuldabréf, listaverk þeir bara flytja peningin í eignaflokka til þess að þeir eru eignaflokkanir eru harðari en peningurinn
þannig að verðmætin í þeim geymast betur en í peningunum. En svo þegar þessi peningur berst loksins niður til í rauninni og getur hugsað sem bara end users sem að vinna sína vinnu bara og bara hafa kannski aðgang að lánum með einu, þegar að peningurinn berst til þeirra loksins, þá hafa allir þessi eignaflokkar hækkaði verði og bara basically alla vörur samfélagsins. Þannig að, og þetta er fólk sem að sko reiðis á peningin, það verður að geyma sinn sparnaði peningnum að það hefur ekki efni á þessum eignum sem alltaf að vera dýrari og dýrari á kostnað þeirra. Þannig að þau eru með sinn sparnað í peningnum og sem er sífellt verið að prenta meira af, þannig að þau ná í rauninni aldrei að byggja upp kaupmátt, hann er alltaf að missa virðið sitt það sem þau reyna að safna. Og sko helmingur jarðarinnar býr við þetta að þurfa að treysta á peningin sem verðmætageymslu. Og sko 1,5 milljarður býr við 2, svona 10%, 2, 3 eða 4 staða verðbólgu og bara á ekki breyk sko og bara getur ekki byggt upp sparnað og það er jafnvel bara þrælar vinnuveituna sinna, bara þau get ekki, þau verða bara að fóra fjölskylduna og hafa ekki séns á, hafa ekki neitt frelsi til að breyta til og þurfa að láta, jafnvel hafa sér bara lífsættilegar vinnuaðstöður sko. Og já, og meðan eru þau ríku og ríkari af því að eignirnar eru alltaf að hækka í peningum tali, þessum nýprentuðu peningum tali. Og ef fleiri vilja googla nánar þetta, kallast þetta Cantillon effekt. Og þannig að þetta er svona stærsti gallinn að mínum mati og hérna kemur Bitcoin svakalega sterkt inn og Bitcoin er í rauninni bara líflína fyrir bara fátækar helming jarðarinnar hvort sem átti sig á því strax eða ekki og það færum okkur aðeins yfir í Bitcoin þá og það er sem að frá því internetu kom þá reyndu bara klárustu heilar heims að búa til pening á internetinu, ekki bara til að fara út í búð að borga með honum serióskilur, heldur til þess að hafa hlutlausan aftur, eins og við höfum verið með í sögunni, gull, hafa aftur hlutlausan pening sem að enginn getur stjórna. Það var markmið. Og þeir reyndu það í einhver 15 ár áður en það tókst loksins með Bitcoin. Og það er svo erfitt af því að allt sem er digital er þetta að kópera. Og þetta Bitcoinurinni bara með dreifstýringu og miklu öryggi sökum bara raunverulegar orkunótkunar tókst þetta náði í rauninni að Satoshi Nakamoto sem er pseudonym, gæði sem að birti þetta var open source hugbúnaverkefni frá upphæfi, gátu bara hver sem er tekið þátt og gert allt, þetta bara frá upphæfi var þetta alveg frjálskerfi og allir geta séð kóðan á netinu og allt þannig. Og Bitcoin sem náði eða Satoshi, hver sem það er, hvort sem hópu manna eða einhver einn, hann náði sem að taka þessar tilraunir síðustu 15 ára hann á internetinu, þess að menn voru reyna fullu og náði að splæsa þeim svolítið saman og úr því náði hann að gera Bitcoin. Og Bitcoin er í raun, það er í raun búið að fullkomna. Það var ekki fullkomið fyrstu 1-3 árin kannski, en það er í rauninni, og því tala ekki fullkomið, það var ekki fyrstu 1-3 árin, þá var það ekki orðið dreifstýrt, sem er mikilvægasti eiginleikin, af því að dreifstýring er bara algjörlega krúsjál ef þú ætlar að reyna að hafa frjálsan, harðan pening eins og gull var. Af því að ef þú ert með miðstýran pening eins og við höfum í dag, bara sem er eitthvað fyrirtæki, eitthvað ríki, einhver sem stjórnar, þá getur hann alltaf, hvort sem hann gerir það ekki, og það hefur sýnt sig að það er alltaf ófreistandi, ekki nú seguna, þá getur hann alltaf breytt kerfinu, hann getur alltaf bætt við meiri peningin í kerfi. Og fyrstu 1-2-3 árin þá náttúrulega var Bitcoin það lítið ennþá, það var ekki orðið dreifstýrt, en núna 13 árum seinna þá er þetta orðið svo rótgróið að það er orðið bara nær fullkomlega dreifstýrt
nógu dreifstýrt allavega til þess að enginn geti stjórnaði og enginn geti stjórnaði segi ég. Það er alltaf í þróun áframhaldandi þróun til að hafa hraðari fæstur líka og svona innan milliverslur en það getur enginn stjórnaði í því skyni það getur enginn breytt grundvallar kóðanum sem að kom út 2009 og hefur ekki breyst síðan og núna í rauninni Bitcoin netið orðið það rótgróið og stórt að það er ekki leið að breyta þessu lengur og Bitcoin búið að fullkomna þessa peningalegu eiginleika sem ég nefndi í upphæði deilanleika, færanleika, þekkjanleika, endingu og sjálfgefni deilanleiki og getur deilt í endalaus niður færanleiki og getur senda hver sem í heiminum á augabragði án þess að spyrja kónginn prest þekkjanleiki, mjög auðvelt að bara á venjulega heimilistölu ég vil síma að sjá að þessi raunverulegt Bitcoin sem fær borga ending, það er digital, endist að eilífu og sjálfgefni, óbúi þetta er já, sjálfgefnin þetta er að sjálfgefast í heiminum Bitcoin það er það eina í heiminum sem í endalegu magni sem mun verða í endalegu magni það er enn að koma aðeins inn í kerfinu núna en á endanum verður þetta í endanlegu magni og það er það eina í heiminum fyrir utan tíman sjálfan human time það með þessa innbyggða vaxandi sjálfgefni í rauninni á 4 ára fresti þá helmingast nýtt framboð sem kemur inn á markaðinn og við verðum ég segi við Bitcoin, ég stjórna ekki Bitcoin bara svo að sér henni Bitcoin verður sjálfgefari en gull 2024 sjálfgefari en fasteignir 2008 bara, já, 2008 bara sjálfgefast í heiminum 2032 tvöfald sjálfgefin á það og svo kolli þannig til að allt Bitcoin komið umferð og það er bara í fullkomlega endalegu magni þannig að núna eru komið með pening sem að í rauninni fullkomnaði gallana sem að gull hafði sem varð til þess að við endum með þennan lina pening sem við höfum í dag og Bitcoin þessi harðasti bara peningum mannkynssögunar að keppa núna í rauninni á frjálsum markaði þannig séð við þessa ríkisstjórnarpappíra fólk hefur núna val vill að geyma peningarnir svona í miðstýrða kerfinu sem verið að prenta meira endalaust eða vill að geyma verðmæti sín í harðasta pening bara ever og ef að sagan hefur kennt okkur eitthvað þá mun fólk eðlilega og skynsamlega geyma verðmæti sín í harða peningnum og þetta í rauninni leysir það vandamál sem við höfum í dag með þessa eignaflokka að fólk vegna þess að peningurinn heldur ekki virði sínu þá fólk meðvitað eða ómeðvitað að dæla því í þessa eignir, fasteignir, gull, hlutabréf, skuldabréf, listabréf og þetta í rauninni allt eignaflokkar eða megnið af þessum eignaflokkum eru eins og í rauninni fasteignir fólk vil náttúrulega eiga fasteign, ekki misskil mig en 30% af 30-40% af fasteigna virði bara fasteigna markanum virði hans felst í bara fjárfestingu að geyma peningin í fasteign vegna þess að hann heldur ekki virði sínu hann heldur betur virði sínu í fasteigninni að því að hún harðari og fá mér svo með hana og þannig að og þessir eignaflokkar hafa í rauninni breyst í eins konar verðmæta geymslur og 30-40% af fasteignum og stór partur af því það standa bara auðar fólk bara að kaupa þetta, það nennir ekki svo leiðið út það er bara geymið verðmæti í þessu þannig að þessir eignaflokkar hafa breyst í rauninni í verðmæta geymslur vegna þess að peningurinn heldur ekki virði og allt þetta fjárfestingaða dæmi allur bara þessi fjárfestingaheimur í rauninni hann er svo stór vegna þess að peningurinn brotinn að hann heldur ekki virði fyrir fólk þess vegna þarf vinnandi fólk
að það er ekki bara það er í rauninni að vinna inn fyrir peningnum tvisvar. Það þarf að vinna hann inn í vinnunni og svo þarf að fjárfestunum svo að missa ekki virðið sitt. Og þetta er svo mikið noise vegna þess að fólk getur ekki bara einbeitt sér að sinni vinnu og haft peningin bara inn á bók og bara safnað og bara vera að vinna vinnur sína. Heldur þarf það að fara á kvöldin og bara on the side og vera að gera basically fjárfestar. Og já, og Bitcoin er sem sagt bara núna orðin hinn fullkomni peningur sökum dreifstýringar og öryggis en sú vitneskja bara tekur tíma og í rauninni vitneskjan og trösti tekur tíma að dreifast. Þetta er bara 13 ára gamalt en þetta er samt orðið það stórt að það er basically óstöðandi. Þannig að já, næstu 10-20 ár verða mjög litrík held ég. Algjörlega. Og eins og segir með Bitcoin, sem sé harðast í peningurinn eða ekki, ekki tók ég orðað hannig, og hann eykst vantarlega virði bara á 4 ára fresti og loks verður einhver skortur á honum og þegar það er skortur á einhverju þá viljum við mannfólkið oft fá það, skilurðu? Akkurat. Eða ekki? Jú, og það er rauninni það sem ég tel að Bitcoin er rauninni, þetta er nýr peningur sem er að peningavæðast bara fyrir framan augun á okkur. Það er nýr peningur sem að kom basically úr engu og er annarkvort að fara aftur í 0 eða ef maður skoða söguna basically að verða alheims gjaldmiðill af því að hann er harðastur og hefur bara alla burði til þess. Og það sem að mínum mati er að gera þetta svona hratt er þessi innbyggða vaxandi sjálfgefni af því að á 4 ára fresti þá helmingast framboðið inn á markaðinn. Ef eftirspurnin er svo sama fyrir og eftir þessa helmingun þá neyðist verðið til að þrýstast upp þannig að þess að sama eftirspurn er að keppast helmingi færri Bitcoin og þegar að verðið þrýstast upp það er það sem dregur fólk að uppalega hækkandi verð og það vekur áhuga og forvirðni bara hvað er í gangi hérna, skilurðu? Akkur er þetta að hækka alltaf og akkur þetta droppar þetta 80% og heldur svo áfram að hækka og það er allir í fréttamönnum búin að segja þetta sem bara kjaftaði, skilurðu, en samt hækkar þetta áfram. Þannig að þetta vekur svona forvirðni og áhuga sem að hefur í rauninni í för með sér aukna eftirspurn. Það er alltaf þetta kemur svona í bylgjum. Þessi verður þessi helmingun verðið byrja að hækka, kemur ný bylgjan á markaðinn og verðið fer bara upp úr öllu valdi og svo í rauninni komast ekki fleiri inn í þeirri bylgju í rauninni, markaðurinn er búin að það er bara ekki fleiri sem hafa áhuga akkurat á þeim tímapunkti á Bitcoin og þá byrjar verðið svona að lækka og svo byrjar fólk að panika allir sem kom inn og er að fjárfesta í þessu fjárfesta inn að gæsalba vegna þess að skjóta í hans inni en þess að Bitcoin er í rauninni ekki fjárfesting. Það er peningur, þetta er nýr peningur, þetta er miklu líkara sparnaði og þetta er peningur sem leysir það vandamál að þurfir að fjárfestunum in the first place. Góðan pening á ekki að þurfa að fjárfesta til að ávesta. En allavega, er margir sem að koma inn á marka sem vita ekkert þetta, eru bara að elta dollarverðið og þá náttúrulega koma þessi stóru hrun tilbaka þegar þeir allir panikselja. Að þetta er alveg frjálsmarkaður og það er enginn sem er að stoppa þessar sveiflur af eins og var með á stokkmarkaðnum. Þetta fer bara eins hátt og það þarf að fara og eins látt og það þarf að fara. En svo eru þessar margir sem að fara út aftur en það er alltaf einhverjir sem að sitja eftir sem að skoðu þetta aðeins dýpra, bara hvað er í gangi, lási að vera smá peningasögu og þeir verða svona þeir bara munu ekki selja sama hvað og sá hópur fer alltaf stekkandi og þessi þannig að þessi innbyggða vaxandi sjálfgefni er það sem er að láta þetta gera svona hratt á mínum mati, þetta er að gerast mjög hratt þetta er orðið fór yfir $1 trilljón eins og þetta markaðsvirðið og lækkar reyndar vel í kjölfari núna undanfari en að fara í $1 trilljón á 13 árum, það er bara unheard of
það er bara ekkert annað að komið nálægt í sko, að það sé að gera svona hratt. Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins, Kristall. Það er bara ekkert betra en að fá sér Kristall. Ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta er svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka Kristall. Að lokum, þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta er svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Zuma ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralunum og þessum styrktaralunum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum, að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég er mjög þakkláttur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel. Þannig við tökum þetta saman, að þú veist, svona við hinga til, svona sem ég skilja þá er ekki góð leið að geyma peningi sinn í rauninni inn á banka, af því að þá er maður rauninni að tapa honum, basically, með að geyma honum inni, það er maður að tapa pening. Að tapa kaupmætti, já. Og þess vegna þarf fólk að leita leið til að fjárfesta í búðum, í bréfum og þar fram eftir götunum. En í rauninni er Bitcoin ekki fjárfestingar, en leið til að geyma peningiðinn sem virðist alltaf vera samkvæmt þér hörð geymsla, harður peningur eða hvernig við viljum orða þetta, sem eykst í virði, sem skapar meira virði fyrir peningin í framtíðinni heldur en er núna með því að geyma hann þar. Algjörlega. Og það er frjálst, það er ekki engin sem stjórnar í rauninni Bitcoin, skilur mig. Einmitt. Það er svona dreift yfir og það þarf ekki að fá leyfi fyrir einhverju. Einmitt. Og lokum verður það þannig að, og bara leiður til mig að ég er að bylla, að það verður Bitcoin bara peningur sem við notum, eða hefur þið trú á því að Bitcoin muni koma í staðin fyrir bara dollarann og bara jafnvel lýst þessu krónuna og... Já, ef maður skoðar peningarsöguna, þá er þetta, við erum bara núna með svona marga gjaldmiðla sökum þessar seðlabanka einokunar. Það er eina ástæðan fyrir við erum með svona marga gjaldmiðla. Frjálsi markaðurinn sýndi okkur í sögunni að hann leitast með tímanum í sama harðasta, í rauninni bara besta peningin. Þannig að mér finnst þetta oft mikill miskilningur að það verði til margir gjaldmiðlar, en þess að þetta er svo lógískt að af hverju myndi einhver skipta sinni vinnu út eða tíma fyrir pening sem er ekki svo stærsti og besti. Af hverju myndir velja einhvern minna örugan, já, bara minni pening sem að minni færri samþykja. Þannig að frjálsi markaðurinn sýndi okkur að fólk leitast með tímanum í sama harðasta peningin, vegna þess að ef það er að nota linari pening, þá er það að missa kaupmátt miðað við þá sem er að nota harðari peningin. Þannig að, og það er mannlegt eðli að geta eigin hagsmunum. Þannig að mér finnst það alveg bara fullkomlega lógist að verði bara einn alheimsgjaldmiðill aftur eins og það var. Og þessi 50 ár er í rauninni verði í framtíðinni litin á sem bara svona hvað gekk á þarna, skilur. Þannig sé ég þetta. En já, Bitcoin er svona að í rauninni virkar ekki beint sem greiðslumiðill, hann virkar sem greiðslumiðill. Það byrjaði eins og í El Salvador byrjaði að borga á McDonald's og með Bitcoin. En það hefur sýnt sig að peningar ganga í gegnum ákveði ferli áður en að verða að actually greiðslumiðli. Vegna þess að þú notar ekki eitthvað í greiðslu, þú notar ekki eitthvað til að greiða fyrir hluti nema að sé eitthvað virði. Þannig að það er lógískt að áður en þú ferð að borga með því, þá verður það orðið einhvers virði. Sem sagt bara orðið store of value, bara í rauninni bara verðmæta geymsla. Og núna er Bitcoin í rauninni í því feysi að verða áræðanlega verðmæta geymsla.
það orðið áreiðanlega verðmæta geymsla til lengri tíma, en til styttri tíma er þetta ennþá mjög sveiflukent, þannig að þetta frjálsmarkaður og hann ennþá frekar lítill í stóra samhenginu. En með tímanum, þegar fleiri farir að geyma verðmæti sín, bara í rauninni klokka sig út úr gamla miðstýrakerfinu og færa sig yfir í hitt, þá verður markaðurinn stærri og stærri og sveiflurnar fara minnkandi og í rauninni það ekki fyrir að sveiflurnar eru orðnar talsvert minni og í rauninni stórpartur heimsins farin að geyma verðmæti sín í þessu, þannig að það fari að verða lógist að nota þetta sem greiðslumiðil. Og svo síðasta skrefið í rauninni eftir greiðslumiðli að unit of account, að vörur verða verðlagðar í Bitcoin, skilurðu, eða peningunum sem umræðir. Þannig að og svo Bitcoin svona að búin að segja margur þúna bara harðasti peningur sögunar og sagan hefur sýnt okkur að fólk leitast í hann með tímanum. En svo eru líka með þetta miðstýrakerfi sem að bara frá því fórum af gullstaðlinum, frá því að bara öll ríki heims gátu farið að prenta peninga og bæði við, þetta gerist ekki í tómarúmi. Við getum ekki sagt bara já, skuldir Bandaríkjanna eru bara þvílið miklar, við erum í góðum málum hérna á Íslandi. Þetta allt svona samhangandi vegna þess að ef aðra þjóðir prenta peninga og þú gera það ekki, þá styrkist gjaldmiðillinn þinn og í rauninni vörunar í þínu landi verða dýrari fyrir aðra sem hefur áhrif á útflutning og þar af leiðandi framleiðslu og hagvöxt. Þannig að þetta allt svona samhangandi og frá því fórum frá gulli, frá því að bara ríkisstjórnir gátu prenta bara eins og sýnist, þá tökum bara aðeins skref aftur bak. Heimurinn sem hann búinn að byggjast upp bara af skuldum síðustu 50 ár, massífum skuldum, og skuldir eru í eðli sínu sveiflukenndar. Þú tekur lán og þá geturðu í rauninni aukið kaupmáttinn í nútíðinni án þess að í rauninni framleiða meira. Þú getur keypt fyrir meira en þú þénar í nútíðinni, þannig að verður svona uppsveifla, en það að kostnað framtíða kaupmátts vegna þess að þegar þú borgar niður lánið þá þarftu í rauninni þá þarftu að lifa lærra en þú þénar í rauninni til að borga láninu. Og best að koma hans frá sér. Og það í rauninni og hagkerfi frá því fórum á gullhatinum, þá hefur þetta byggst upp af lánum og Seðlabankinn stjórnar bara lántökum eða í rauninni bara stjórnar lánamagni í umferð í rauninni, stjórnar í hversu hagstætt að taka lán og ekki með stýrivöxtum. Þannig að þeir lækka stýrivexti, þá sem þetta hagstætt að taka lán, það eru lægri vextir, á hrúast allir í lánin og það í rauninni býr til ójafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar í hagkerfinu, vegna þess að nú allir að hrúa sig upp að lánum og byggja upp bara þvílíka eftirspurn án þess að það haldist í hendur við í rauninni framleiðni hagkerfisins, productivity. Þannig að reyna að tala ekki hringi hana. Þannig að þeir lækka vexti til þess að þessi ódýrara að taka lán, hrúast allir í lánin, en þá fyrir verðbólgan að kikka inn, af því að eftirspurnin meiri en framleiðnin. Þannig að meiri peningar að berjast í rauninni sömu vörur, eða örlítið fleiri vörur, þá byrja verðbólgan að kikka inn og þá í rauninni hækka þeir stýrivexti aftur til þess að draga úr lántökum, en þess að þá ekki hagstætt lengur að taka lán og í rauninni kæla þannig hagkerfið. Og þetta ástæðan fyrir því að við höfum séð svona margar efnahagslegar sveiflur í gennum tíðina. En lykilatriði í þessu sem ég reyna að koma mér að að í samdráttunum þá leyfa þær aldrei
í rauninni, þeir leyfa þeim aldrei að ganga alla leið. Þetta ekki frjáls markaður þar sem að fyrirtæki sem að skeita á sig, sem á bara fullan rétt á að fara á hausinn og þetta nýja fyrirtæki að spretta upp í staðinn og gera hlutina betur, þeir leyfa því ofta ekki að gerast og eru að bjarga hinu þessu fyrirtæki með að prenta peninga og í rauninni þannig að samdrátturinn gengur aldrei alla leið þegar hagkerfið er orðið þetta fer að bitna á samfélaginu til styttri tíma þá lækkar aftur vextina og halda í rauninni partíinu gangandi og keyra upp næsta hagvöxt og þannig að þeir leyfa samdrátturinn aldrei að ganga alla leið og annar punktur, þegar lækka vextina aftur þá er mannlegt eðli að endurfjármagna, að taka stærra lán, kaupa stærra hús í staðan fyrir að halda áfram að borga fyrir gamla láni. Og það eru þessar tvær ástæður sem eru orsökin af því að síðustu 50 ár, frá þau fórum frá gulli, þá hefur skulda hlutfallið miðað við framleiðni heimsins snar aukist bara með tímanum, af því að upp úr hverju dánturni þá komum við alltaf með hærri og hærri skuldir á bakinu og núna er staðan þannig að við erum með cirka 4-falt hærri skuldir, við erum að horfa á allan heiminn ekki bara einhver ákveðlönd, bara allan heiminn þá eru skuldina 4-falt hærri en árleg framleiðsla sem þýðir að ef við gerum ráð fyrir að vextina á þessum skuldum, alheim skuldum, séu cirka 3%, ætti að vera einhverstaðar í kringum það, þá þyrfti í rauninni árleg framleiðni, productivity, sem er í rauninni framleiðsla, það sem er búið að faktorinn tíman sem fór í hana, í rauninni bara net outputið, það þyrfti að vera 12% á ári, bara til þess að halda í við vextina, bara til þess að skuldinar aukist í áfram bara vegna vaxta. Ekki borgaði niður, bara til að halda þeim eins og þeir eru. 12%. Síðustu 70 ár, þá er meðal framleiðni heimsins 3%. Þannig að líkunar á 12% náist í henni frá eru basically engar. Og jafnvel þó það næðist, þá lifum við í tæknivæddum heimi þar sem að tækni framferir leiða af sér verðhjöfnun. Við erum alltaf að vera skilvirkari og það leiðir af sér verðhjöfnun. En verðhjöfnun er það versta fyrir svona skuldsett hagkerfi eins og við erum komin í. Þannig að segja að verðhjöfnun á sér stað þá er í rauninni skuldabyrðin að vaxa í peningum talið. Segjum sem svo að þú sett að borga 100.000 á mánuði í lán. Þú er með 100.000 í laun. Ef eru verðhjöfnun í hagkerfinu þá í rauninni lækka þín laun en skuldin er svo sama. Þannig að skuldabyrðin verður erfiðar að ráða við. Og það er líka það sem er að vinna í rauninni á mót okkur. Og þess vegna er eina leiðin, við getum ekki, það er ekki fræðilegur ef maður fer í þessa starffræði, sem er ekki flókin ef maður káir ofan í hana, það er ekki fræðilegur að við, bara sem mannkyn, getum unnið okkur út úr þessum skuldum. Hlutfallið er orðið ofhátt. Og eina leiðin til þess að í rauninni bara til að koma í veg fyrir að bara skulda leiðrétting dauðans eigi sér stað og við erum ekki að tala um 2008 skilur sem að kemur smá dropp og svo prentaðar á fullu og kerið þetta upp áfram við erum að tala um bara skulda leiðréttingu af skuldum sem hafa byggst upp síðustu 50 ár, hægt og rólega eina leiðin til að koma í veg fyrir að það atvik eigi sér stað það er að halda áfram prentaða peninga halda áfram að auka skuldinar halda áfram að gera sem skapaða vandamáli inn í first place þannig að þegar þú prenta peninga auka skuldina meira þá er það ert að koma með dæla inn fjármagni inn í kerfið þannig að skuldabyrðin verður minna virði sem er búin að vera byggjast upp en sem síðustu bara 40 ár hafa stýrivextir verið bara farið úr, ég man ekki hverju, 15% eitthvað og verið bara hraðri niðurleið bara og verið komnir basically í 0 vísvegarum heiminn sem að þeir nota í rauninni til að örva hagkerfin lækka og til að örva hagkerfin en núna eru við basically komnir í 0 og það er bara einu sem stendur eftir bara á næstu 10 árum er bara peningaprentun þá þurfa seðlabankar basically að bara íta og takka bara prenta peninga, digital
nota þá peninga til að kaupa ríkisbréf og aðra fjárreignir af bönkunum og stórum fjármálafyrirtækjum og rauninni þau geta þá annarkvort keypt sér að eignir sem að eykur svigrúm fólks að þau eiga þessa eignir líka eða lána þessa peninga út og rauninni örva hagkerfið þannig til styttri tíma en það náttúrulega heldur áfram að auka ójöfnuð heimsins sem að sést bara grafískt frá 1971 það sem bara topp 1% er bara innkoma topp 1% er skyrocketing og bottom 90% er bara að byrja að staðna eða jafnvel aðeins að lækka en þetta er eina sem okkur stendur til boða til þess að bara að þetta peningakerfi, þetta skuldsetta peningakerfi sem við erum með núna til að bara haldist gangandi það er að prenta meiri peninga prenta og það endar bara með verðlausum gjaldmiðlum dollarinn er búinn að missa nú þegar 90% virði sitt ég man ekki nákvæmlega hvað það er en þú getur ekki bara haldið áfram að prenta af því að þetta skuldafell er í veldisvexti út af öllum vöxtunum þetta bara, þú ert að prenta meira og líka vegna út af þessari verðþjónun sem ég talaði þannig að núna ertu basically með peninga sem eru að fara að missa virði sitt hraðar og svo ertu með Bitcoin sem er að í rauninni að fara að vaksa í virði bara hraðar kannski ekki hraðar en að þetta er að vera stærri markaður og tekur oft lengri tíma en þú ert með Bitcoin sem er peningur í rauninni sem er að vera sjaldgæfari og verður á endanum í endanlegu magni og svo á hinum pólunum ertu með pening sem er að verða ósjaldgæfari og endar í bara endalausu, enda bara í óða verðbólgu þannig að og auðvitað er hægt að flýja í fasteignir og hlutabréf og gull til að venda sér skilurðu en þetta eru eignaflokkar sem að 1,5 eða jafnvel 1,5 milljarðar manna getur ekki flúið í og jafnvel talsið fleiri það alveg upp að helmingu jarðarbúa þeir hafa ekki efni á þessum efni eða aðgang að þessum eignaflokkum til þess að venda sig fyrir þessa verðbólgu og þar kemur Bitcoin svo sterkt inn að því að það er opið öllum og það er bara síma með interneti og þá getur enginn stoppað þig í að geima þitt Bitcoin, senda hvert sem þú vilt án leyfis þriðaðala og það getur enginn í því gert, það getur enginn þyntað út og það virkar sem sparnaði fyrir svo lítið sem 100 krónur þannig að eins og ég sagði þetta er bara líflína fyrir helmingi jarðarbúa og meikar líka meiri sens fyrir okkur sem erum eins og Íslandi nú þegar þá er þetta samt miklu betri verðmætageymsla heldur en að eiga auka fasteign auka fasteign það er viðhaldsgjöld, það er skattur það er, þú þarf 3 mánaða söluferli og þarf peningin þetta er allt svona, þetta er svona mikil tregða sem að Bitcoin hefur ekki þetta er bara digital engin auka kostnaður mjög auðvelt kannski ekki mjög auðvelt en auðvelt að setja upp ef þú hefur áhuga á því og verður orðið hvað segja hann 2028 verður orðið 2008 orðið sjaldgæfara en fasteignir og 2032 tvöfalt sjaldgæfara 2036 tvöfalt sjaldgæfara ég nú komin að ranta Já, ég ánægði með það ég hugsaði fyrir þetta, ég ætla að reyna að vera spakur en bara leiðu byrja að tala um hluti og bara ég ræði ekki við mig sorry. Nei, ég er bara mjög ánægði með það ég er bara að hlusta og læra af hverju ok, núna er maður byggt að því sem þú ert að segja og þú ert alveg búin að heilla mig og þannig að mér af hverju er ekki allir löngu farnir á vagnin er þetta þá hræðislega veit ekki hvað það er þetta eitthvað svona sem fólk nefnir ekki að dífa sig en af hverju er ekki fleiri þá komnir á Bitcoin og byrjar að fjárfesta ef þetta það er góð spurning í fyrsta lagi það eru mjög margir byrjaðir og þetta er eins og segja, þetta er að aukast þetta er að vaksa hraðar en allt sem við séð áður en svo er þetta líka bara þetta er svo óljóst þetta er svo við erum svo vönið í gennum tíðina að vera með einhver píramídasvindl skilurðu og sumir halda bara að sé það
og talar ekki að þetta náttúrulega þetta var hannað til mótvæðis basically við ríkisstjórnir. Þetta var sem mótmæli gegn því að ríkisstjórnir tóku í rauninni forsuðu þessum lina pening á okkur hægt og rólega vegna þess og þeim tókst það bara vegna þess að gull hafa þess að galla. Það virkaði ekki nógu vel sem peningur. Og Bitcoin var í rauninni hannað til mótvæðis við það. Þannig að það er búið erfitt að koma þannig í litli gæinn, bara Davíð og Golíat, skilurðu, á móti bara mestu völdum heim, skilurðu. Þess vegna sérðu líka í hver einasta frétt í fjölmiðlum er neikvæð út í Bitcoin. Stóri bróðir hefur völdin. Þannig að þetta er svolítið erfitt, en sannleikurinn kemur alltaf í ljós á endanum. Og það sem er líka hræða fólk eru náttúrulega sveiflunar. Til skemmri tíma þá er þetta rosa sveiflukent af því að þetta er ennþá svo early og þetta er frjálsmarkaður. Þetta er frjálsmarkaður sem leyfir sveiflunum að gerast. Eins og bara hlutabréfamarkaðurinn. Þar er einhver til að stíga inn í og halda jafnvægi, skilurðu, og gera það í langan tíma og byggja upp veikleika hægt og rólega þangað til allt hrynur. Bitcoinurinn bara, ef það komin einhver veikleiki, ef það er of hátt lánahlutfall eða eitthvað í kerfinu og bara leiðrétta þessi leið og bara heldur svona góðu balansi og það er miklu svona heilsusamlegri vöxtur og það verður miklu sterkara fyrir viki. En sveiflunar er það sem er að hraða fólk með því að fyrst og fremst, sko. Já, maður heiðir svo lítið þessar líka langtíma fjárfestingar. Það var meira bara svona, þetta bara ákveðið gaml og það var að fylgjast mikið með þessu. En skiptir þá ekki máli hvenær ef þú ætlar að fjárfesta til lengi tíma, þá væntanlega skiptir máli, þú vilt fjárfesta þá þegar sveiflan er niðrið eða hvað? Sko, hvernig virkar þetta? Nú er ég bara forvitin. Sko, þá erum við í gömlu pælingin. Þá erum við í rauninni að fara að fjárfesta í einhverju markaði í rauninni til þess að selja svo seinna og græða pening, skilurðu. Græða íslenskar krónur. Þetta er svo miklu stærri en það. Þetta snýst að nota bara allt annan pening í grunninn. Þetta er fyrir mér að selja Bitcoin fyrir íslenskar krónur er eins og ég væri byrjar að nota raman eða myndi selja það og fá mig kerti aftur, skilurðu. Þannig að þetta er miklu meira, þetta er bara langtíma sparnaður og þeim sem ég hjálpa að setja þetta upp, þeir ég segi við það bara, þetta er bara 10 ár, skilurðu. Þetta er lámar 4 ár, allra minnstakosti 4 ár, geymdu þetta í 4 ár, ekki snerta þetta og ekki fara að kaupa, selja, bara áttaði á því, hvað það er, hvað þú ert með í höndunum, bara besta pening sem mannkynið með nokkun tíman hafa og geymdan. Vegna þess að með tímanum þá er hægt og rólega hægt að fara að borga með honum. Þannig að það er alltaf, það er sem ég segi fólk, bara keyptu þetta, geymdu þetta, þá þú getur borgað með. Allavega í 4 ár, ef þú vilt selja þessi 4 ár, gjör það svo vel, en yfirleitt þeir sem að geyma þetta í 4 ár, þeir selja þetta ekki eftir 4 ár. En segjum svo ég væri bara núna með gefum okkur ég bara með miljónir að fjárfesta og ég ætla að fara að fjárfesta í Bitcoin. Myndi þá ekkert skipta máli hvort ég myndi bara gera það núna eftir hlaðvarpið eða ég myndi bara gera það á morgun? Nei, skiptir engu máli. Í rauninni, ég segi við séum ennþá early bara meðan þú getur keypt Bitcoin fyrir aðra síðri gjaldmiðla. Það mun, ég veit ekki hversu langa tíma það tekur, 10, 20, ég er á því að taka kannski svona max 20 ári viðbót. Það sem að þú getur ekki keypt Bitcoin lengur fyrir síðri gjaldmiðla. Það vill lengi selja og þá þarfstu í rauninni að fara að bara þéna það. Gjör svo vel að þéna það. En einmitt, alls ekki vera að reyna að tímasetja markaðinn. Það er ekki hægt, basically. Þú þarfst að vera bara atvinnumaður í því og vera þá bara í því, ekki gera neitt annað. Þannig að ég segi bara kauftu reglulega, bara mánaðarlega, taktu bara prósentu af útborguninni og keyptu Bitcoin og það er meira sætt að stilla hann þessi bara automatic, þú þarft ekkert að hugsa þetta, bara tekka inn mánaðarlega, bara langtíma sparnaður. Þannig að já, ég segi alltaf don't wait to buy Bitcoin and wait. Maður getur bara gert það með einfallega með bara að fara í gennum appið og þú getur notað MintGup til dæmis, sem er íslensk síða, sem er bara mjög góð.
Það svona einfaldasta leiðin fyrir okkur Íslendinga og bara það er læsta. Og svo náttúrulega snýst þetta svolítið til að byrja með að geima þetta á myntkaup en pointið svo moving forward finnst mér allavega persónulega að geima þetta rauninni í eigin veski. Þannig að það sé svona eins og bara gull heimaður eða einhvers staðar þar sem að þú geimir þetta í eigin veski og þarft ekki að treysta neinum þriðja aðila til að geima þetta fyrir þig. Eins og myntkaup. Ef þú kaupir Bitcoin og geimir á myntkaup, ef myntkaup verður að hakka þér og bara hreinsa þér, þá tapaði þú Bitcoinu þínu. Þannig að þetta er svona svolítið hvort viltu treysta öðrum eða sjálfum þér og sumir myndu vilja treysta öðrum en sumir kannski sjálfum sér og ég mæli eindreiði með að prófa það að geima þetta sjálfur. Þú getur keypt veski líka og notað þannig? Já, þú getur keypt bara svona sér hannaðu spíleikla, bara sér hannaðu til þess að geima Bitcoin. Þannig að já, ég bara hvet alla sem hlusta bara að kynna sér þetta dýpra en fréttamenninir af því að það er verður bara að segja að bara eftir ég kynntist Bitcoin og læriði peningasöguna og hvað Bitcoin er, sjá hvernig fréttamiðlar fjalla það er bara svona ég treysti engu sem segja neitt, skilur, eftir ég sé það bara wow, skilur. Þannig að endilega að kafa dýpra og ef við tölum aðeins mér langar bara að snerta á umhverfispunktinum. Já, ég ætlaði að mynda spyrja þetta, já. Ætlaði að spyrja þetta, ok. Mér finnst það svona misskilnasti, það er svona, já, misskilnasta gagnrýnin, finnst mér. Og, sko, það eru nokkrir punktar varðandi það. Í fyrsta lagi, þá, sko, Bitcoin notaði mikið rafmagn. En það er unni, rafmagnsnotkunin eykst ekki línulega við fjölda færsla í kerfinu. Það er misskilningur og bara jafnvel áróður, myndi ég segja, eða skilningsleysi. Rafmagnsnotkunin fer í öryggið, að tryggja í rauninni Bitcoin, kerfið, þannig að það sé öruggt, þannig að það sé enginn sem getur stjórnaði og það felur í sér í rauninni að grafa eftir Bitcoin og útgáfa nýrra Bitcoina fer minnkandi með tímanum. Þannig að rafmagnsnotkunin ætti á einhverjum tímum í framtíðinni að ná bara jafnvægi. Hún er ekki að fara að vaxa endalaust með öllum færslunum sem að byrja í kerfinu. Svo er þetta svo afstæð skoðun líka. Eins og við hérna við heima, við höfum það gott, þokkalega gott og bara vestræni heimurinn, skilur. Þegar þú myndir spyrja þar rafmagnsnotkun Bitcoin, er það sóun? Mögulega myndu einhverju segja já og jafnvel meiri hlutin, sko. En fólki sem ég talaði í byrjun, sem að bara býr við þessar rosalegu verðbólgur og hefur ekki aðgang að efni á fasteignum, hlutabréfum, skuldabréfum, gulli til að venda sig fyrir þessu, þetta er bara líflína fyrir það fólk. Og rafmagnsnotkunin getur verið sóun í okkar augum, en svona er nauðsynlega fyrir þau, skilur við. Þannig að þetta er mjög afstæð skoðun. Svo er varðandi orkuskiptin sem er bara stóra máli í dag. Sól og vindur, risastórir endurnýjanlegir orkugjafar í jörðinni. Þeir hafa galla. Sólin skín bara á daginn og vindurinn er óútreiknanlegur. Þannig að þú sem verktaki og ert að byggja sólar eða vindorkuver, þú er kannski að tapa orku einhver tíma dagsins þegar að fólk úr að framlega meira en að fólki þarf einhver tíma dagsins og svo kannski of lítið þegar það er hámarks eftirspurn, allir koma heim úr vinnunni eða eitthvað. Og vandamál er að það er í rauninni takmark hvað er hægt að geyma mikla orku á hagkvæman hátt án orkutaps. Þannig að þeir í rauninni eru kannski að þeir byggja eitthvað og svo er þetta svo óútreiknanlegt að þeir eru kannski bara, hennar eru bara dæla út orku sem að enginn þarf og þá geta það bara geymt ákveðið mikið af henni. Og orkutapið er það sem að takmarkar bara arðbærni verktaka og fjárfesta í þeim bransa og þar að leiðandi bara bygginga sólar- og vindorkuvera. Þar koma Bitcoin námögular mjög sterkar inn vegna þess að þær geta sogið í sig endalaust rafmagn
og þær getur þær eru mjög meðfæranlegar, þau þurfa bara internettengingu og rafmagn og þú getur bara plugga þeim inn og það geta bara étið upp þetta rafmagn sem myndi annars tapast, bara gjörsamlega tapast, það geta étið það upp og breytið í pening og þú getur alveg verið á móti Bitcoin, whatever, þú getur selt að vera dollara bara svona, eða hvað sem þið sýnir bara, Bitcoin orðið það liquid peningur, þannig að í rauninni Bitcoin getur bara breytt orku sem myndi annars tapast í pening sem að gerir þetta arðbærara, að gerir hann að business arðbærari. Það eru fleiri sem að sjá tækifæri í honum og þar að leiðandi í rauninni ítir þetta bara undir aukna byggingu sólar og vindorkuvera og fjárfestar og verktakar geta byggt geta meira þess að byggt alveg mun stærri ver en þeir myndu annars gera af því að öll umfram orkan sem að hefði tapast þú getur breytt henni núna í pening með Bitcoin námögulum og stærri ver það getur annað þessara hámarks eftirspurn samfélagsins þegar hún og líka í svona Black Swan events það bara kemur loftstein eða það gerist eitthvað í samfélaginu, ekki alveg loftstein kannski sem að veldur í að fólk þarf meira rafmagn tímabundið og það getur annað þeirri eftirspurn, stærri ver og bara nýst bara fyrir aukna rafvæðingu samfélagsins. Þannig í rauninni Bitcoin námögular geta bara í bland við framleiðslu og geymslu hreinnar orku hraðað á orkuskiptunum sem bara stóra umhverfismálið í dag. Þetta er punktur sem oft bara ekki eins og litið til Svo það fleira komur að randið núverandi peningakerfi það Bitcoin svo auðveldlega gagnrýnt vegna þess að rafmagnsnotkun svo mælanleg. Þú getur farið inn á eina vefsíðu og sér rafmagnsnotkunina. Bara þetta rafmagnið sem það notar. Núverandi peningakerfi það miklu óljósara. Þú ert með gagnaver, þú ert með útibú, hraðbanka, brynvarða bíla, alls konar sem ef það tekið saman þá það meira þess að akkurat núna actually meira en Bitcoin að nota. Það bara miklu óljósara. En það sem enn verra og bara gíkandist verra en einhver rafmagnstala að mínum mati óljósa sóunin sem á sér stað í núverandi kerfi. Núverandi peningakerfi. Fyrsta lagi, peningamagnið alltaf á óáreiðanlegu flakki og það truflar vöruverð. Það truflar vöruverð basically besta upplýsingadreifikerfi hagkerfisins. Vöruverð það sem efnahagslegir aðilar rýna í þegar þeir eru að plana inn í framtíðina einhver verkefni. Og vöruverð á endurspegla sem best bara raunverulega eftirspurn og framboð vara. Og þegar peningamagni á svona óáreiðanlegu flakki, það svo mikið noise fyrir bara framtíðar skipulagningu. Þú veist ekki hvort ef að bananar hækki verði, þetta raunverulegu skortur eða bara peningamagni að aukast. Þetta introducerar svo mikið noise sem að eykur líkunar á slæmri auðlinda nýtingu sem sóun. Peningastanna Bitcoin til samanburðar hún gegnsæ, hún einföld, hún gegnsæ, einföld og áreiðanleg. Hún orðin áreiðanlegasta peningastanna sögunar. Það getur enginn breytt henni. Þannig að peningamagn í umferð það ljóst hverju sinni og verður náttúrulega á endanum í endanlegu magni og þannig að Bitcoin verður svona bara algjör fasti í hagkerfið sem að minnkar líkunar á slæmri auðlindanýtingu. Þannig að í rauninni það mun eiga minni sóun sér stað. Núverandi peningakerfi, fleiri punktar með það ýtir undir neysluhyggju sem helsti óvinur umhverfisins. Þú með pening
sem að missi virðið sitt til lengdar. Bara hvern mánuð sem þú eyðir honum ekki, þá er hann að missa virðið sitt. Og meðvitað eða ómeðvitað fer fólk að eyða honum bara sem fyrst. Það kaupir alls konar drasl sem að hendir svo bara mánuði seinna, sem að hefur ekkert að gera við. Og þetta svona ítir fólki í að því að hann er að missa virðið sitt, þá færðu mest fyrir hann sem fyrst, áður en hann byrjar að, því lengur sem býður, því minna áttu í rauninni. Og þannig að neysluhyggjan er svakaleg í dag. Og maður fann það að maður byrjaði Bitcoin, það er peningur sem er að vera sjaldgæfari og sjaldgæfari, þannig að hann eykst í virði með tímanum. Þannig að maður fann það bara sjálfur, bara neyslan manns bara kjör breyttist, bara dróst alveg sama bara, heyrðu, ég kom með bara harðan pening, er ég að fara að kaupa hennar sófa í dag, eða er ég að fara að bíða í 3 ár og kaupa mér betri sófa, þetta er svona delayed gratification. Já. Þetta ítir undir sparnað og nægjusemi líka. Þú ferð bara að svona meta peningin miklu meira og kaupi minna drasli. Sparnaður og nægjusemi er bara mjög gott í einhverju. Það sem er óljóst líka að peningurinn missi virðið sitt, það er að það er rauninni ítir fólki út í áhættusamari fjárfestingar og bara minna skipulögð verkefni. Það vinnur sína vinnu og fær pening. Peningurinn er að missa virðið sitt með tímanum. Það er meðvitað eða ómeðvitað. Þannig að það er rauninni hefur minni tíma fyrir skipulagningu, fyrir næsta verkefni sem alltaf með fjármagnið í eða fjárfestingu, að þarf að flýta sig meira í rauninni. Og það er rauninni eykur líkunar líka á bara illa nýttum kapital að vera að framleiða einhverja vitlir sem engi vill eða eitthvað þess áttar. Og það er ekki gott í einhverju. En Bitcoin er svona eykst í virði með tímanum, en það gefur fólki meiri tíma fyrir bara dýpri efnahagsleg plön og minnkar líkunar á illa nýttum kapital. Og já, þetta kerfi svona ítir undir neysluhyggju og við tölum um það áðan, það krefst skuldadrifna neysluhyggju, af því að ef við hættum að auka skuldinar og prenta peninga í veldisvexti, þá munu uppsannar skuldir síðustu 50 ára leiðir eftir sig og skuldir síðustu 50 ára leiðir eftir sig, hvað þýðir það? Það þýðir bara að fara bara allir á hausinn, það er allir blankir, þetta er allt byggt á skuldum, ríki, bankar, stórfyrirtæki, einstaklingar, það er því bara verðmæti eins og fasteigna til þeim sem hafa byggst upp á skuldum síðustu 50 ár, það myndi bara hrynja í verði, fólk verðmæti myndi bara hverfa sem að fólk heldur að það eigi í rauninni. Þannig að til þess að það eigi sig ekki í stað, eins og ég sagði áðan, það þarf að endalaust að auka skuldinar og prenta peninga. Það þarf að ýta undir skuldadrifna neysluhyggju til þess að það eigi sig ekki í stað, til þess að kerfið haldist gangandi aðeins lengur, þangað til að gjaldmiðlarnir bara skemmast allir. Eins og yfir 150 í sögunni nú þegar. Hver þá, er mótefnið því bara Bitcoin? Já, hvað er? Mótefnið við því eru samt bara, ég meina Bitcoin myndi náttúrulega fara bara í hrynja líka, skilurðu, en mótefnið eru að eiga bara í rauninni sjaldgæfari hluti, en helmingu jarðarbúa á þá ekki, skilurðu, þannig að það bara auðafi bara helmings jarðarbúa bara þau þurrkast út, basically, þó ekki mikil séu kannski. En eins og núna, við tölum bara um okkur á Íslandi, svona margir, flestir ágætlega staddir fyrir utan einhverja. Væri betra fyrir mig að fjárfesta í Bitcoin upp á öryggi og vöxt og harðan pening, vaffes ákveðin hlutabréf, hús, að mínum mati, já. Ok. Þannig að þetta er betri
ef þú skoðar þetta þá þetta betri langtíma verðmætageymsla heldur en þessi hinni eignaflokkar og í rauninni ég held að þessi hinni eignaflokkar þeir breyttust bara í svona hvað segir maður, samþyktar verðmætageymslur þar sem að fólk leitast bara ósjálfrátt í það veit ekki af hverju steipar alltaf solid það veit ekki af hverju húsnæði alltaf að fara upp það peningur sem að missa virðið sitt en það allar þessar verðmætageymslur það hérna þegar komið pening sem heldur virðið sínu þá eru þar óþarfar þá ertu með bara bestu verðmætageymslu í heiminum í þessum harðasta pening og þarft ekki að setja neitt annað og þetta er risa markaður skuldabréfamarkaðurinn $130 triljónir skuldabréfamarkaðurinn bara store of value þá þú ert basically að signa upp til þess að tapa pening en þú tapar samt minni peningin á bankabók þú tapar pening út af verðbólgun sem á sér stað á tímabilinu sem átt skuldabréf þannig að allir þessi eignaflokkar ég sé fyrir mér á 4 ára fresti alltaf þessi helmingun á sér stað þegar áhugin kviknar það var helmingun sem 2020 og þessum að mínum að eru búin að vera að sjá svona áhuga svolítið aukin áhuga undanfarið þegar verðið hækkar þá kemur svo mikill áhugi og þá er alltaf stór hópur sem að átta sig á því bara, ok, ég vil geyma verðmæti mín þarna og með tímanum þá held ég að Bitcoin muni sjúga verðmæti úr þessum samþyktu verðmætageymslum í dag ég held að fólk muni með tímanum hætta að kaupa hlutabréf bara til þess að reyna ávæsta peningin og geyma hann þá bara í Bitcoin frekar og skuldabréfamarkaðurinn hann alltaf mun að mínum að þetta fyrir upp bara með tímanum þegar að í rauninni Bitcoin að taka yfir og þannig að mínum að en auðvitað samt þegar maður að byrja og þetta er svo mikið litið á þetta sem bara einhverja enn einn fjármála markaðinn og mjög áhættu saman skilurðu þannig að þegar þú ert að byrja þá ekki gott að kaupa ógeðslega mikið og svo kemur dropp þetta er mjög sveiflukent til styttri tíma kemur dropp og panikar og selur en til lengri tíma þá myndi ég alltaf velja þetta fram yfir allt annað en þess að við þurfum líka hérna þetta peningakerfi sem við erum með í dag það er að detta bara inn og loka enda stöð eins og við fórum yfir áðan stýrivextir eru basically komin í nullið og það er ekkert hægt að hækka á hann einu ráði af því að skuldahlutdeildið svo gígantískt með framleiðina það er bara ekki hægt þannig að ég held bara næstu 10 max 20 ár sé bara Bitcoin að taka yfir hægt og rólega en samt frekar hratt heiminn sko verði bara næsti alheims gjaldmiðill sem lógist ef þú skoðar aftur í söguna að harðasti peningurinn að fólk leitist með tímanum í harðasta peningin og sko auðveld lán í þannig hagkerfi væru bara úr sögunni vegna þess að ef þú með harðan pening og skuldabyrði lántaka hún vex með tímanum ef þú með harðan pening sem í föstu magni þá virði hans að hækka í takt við framleiðslugetu heimsins. Þannig að ef þú tekur lán í honum, þá hann alltaf borga hærri og hærri greiðslu með tímanum. Þannig að incentivið til að taka lán mun minna. Þannig að þetta verður miklu meira svona sparnaðardrifið og svona betri skipulagning upp á framtíðina. Skuldabyrði lántaka eykst með tímanum og líka ef þú ert að lána út þú ert að lána út svo harðan pening sem að virði vex með tímanum, þannig að þú þarft að vera vissum í rauninni að verkefni sem þú ert að lána út fyrir það skili sko meiri framleiðni, meiri framlegð réttar sagt, heldur en bara svona meðalverkefni í hagkerfinu til þess að í rauninni að borgi sig að því að peningurinn sjálfur í föstu magni virði hans vex með framleiðslugetu samfélagsins.
þannig að líkun á því að slíkt kerfi með hörðum pening byggi upp þennan svakalega veikleika að bara þurfa á skuldadrifinu neyslu ekki að halda. Þær eru skuldahlutfalli í þannig samfélagi væri svo lítið að líkun á því væri mun minni og bara hverfandi sko. Og ef maður pælir hann síðan líka, ef við pælum með því, við sem mannkinn, við erum alltaf að vera skilvirkari. Við erum alltaf, þekking okkar alltaf að aukast og tækni framfara alltaf meiri, tækni kunnóta. Hvernig meikar það sens að í svona heimi, þar sem við erum alltaf að verða klárari og tæknivættari, að vörur hagkerfisins séu samt alltaf að hækka í verði. Tækni framfarir undir eðlilegum kringumstæðum leiða af sér verðhjöðnun. Vegna þess að það er, við kunnum meira, við höfum meiri tækni, það er ódýrara að framleiða hlutina. Þannig að, og það er bara talið eðlilegt í dag, það er bara talið eðlilegt að vörur bara hækki endalaust í verði, bara endalaust, samt eru alltaf að vera skilvirkari og betri. Það meikar í mínum huga bara engan sens, sko. Og já, þetta er bara svona margt í þessu, bara, maður kynnist Bitcoin og fer hún í kanninuhóluna, þetta er bara svona og verður bara mind blown, sko. Hvað er svona margir ángar sem þú einhvern veginn neyðist til þess að einhvern veginn endur læra eða læra upp á nýtt, eitthvað svona sem helst að væri bara basic og svo bara svona, wow, þetta er eitthvað fucked up. Það getur oft verið pínu skeri líka, sko. Algjörlega, svo flóki og maður vill ekki einhverja breytingar og eitthvað svona pæli nýju hlutum og erfitt svona. En ég held að við séum búin að kofera ansi margt, sko. Ertu með einhver loka orðum Bitcoin og peninga, svona lokum það? Nei, í rauninni ekki. Ég held að ekki nefnum þú sem einhverja spurningar. Ég held að ég er búin að segja mest sem ég vildi koma framfærir. Ég myndi segja bara, ef þú hefur áhuga á þessu, bara kaupa bara lága uppæði hverju mánuði og bara pæla ekki meira í því. Bara ákveða einhverja prósentu útborgun, bara kaupa reglulega, langtíma sparnað og hafa þetta bara lága uppæð. Þá ertu ekki að stressa þig fyrir þessu. Og ef þú hefur enn meiri áhuga og vilt kafa dýpra, þá er Bitcoin byltingin. Það er það er hægt að finna það á Twitter. Þeir eru með svona Telegram chat. Þannig að maður getur farið inn og bara spurt að því sem þú vilt og bara færi svar bara instantly. Það er geggja. Og svo bara Twitter mitt ágætis feed. Ég er búin að skrifa svolítið undanfarið og allt sem ég mun skrifa í framtíðinni mun koma það reyn líka. Hvað er Twitter? BTC haus. Þannig að, já, bara takk hérlega fyrir að fá mig og vonandi var þetta ekki ómikið rant. Nei, bara meðast mjög gaman að hlusta þig og ég lærði helling og ætla að kafa aðeins meira í þetta og ég vona að þeir sem hlustu gera líka og ég trúi að þeir hafa gert líka. Mér finnst líka áhugavert að heyra með alla þessa peningasögu og svona. Já, og bara þetta Bitcoin sem maður hefur alltaf séð og vitað af en einhvern veginn aldrei skilið. Allan að ef ég öðlast tölvöld betri skilning á því núna, sko. Akkurat, og einmitt peningasagan er svo mikilvæg, sko. Þetta er ekki tæknibylting, þetta er ekki að fara umbylta hvernig bankanir millifæra millisins, skilur. Þetta er bara peningabylting. Við erum að upplifa peningavæðu nýs penings á alheimsvísu bara í fyrsta sinn frá því að gull peningavæddist og enginn á lífi í dag var uppið þegar gull peningavæddist, þannig að þetta er risastór atburður og þetta snýst allt Bitcoin. Bitcoin er að færa okkur aftur frjálsan, harðan peningamarkað. Og það getur það vegna þess að það er dreifstýrt og örugt og það getur enginn stoppað. Það er orðið það rótgróið núna 13 árum frá upphafi. Þannig að, já, bara spennandi tímar, sko. Algjörlega. Víkingur, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla og gangi er áframst bara vel. Takk fyrir þessu. Leggur þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta